Komið sæl. Þetta var ekki krísufundur og það fékkst engin niðurstaða, sagði forsætisráðherra sem ásamt utanríkisráðherra, viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra áttu fund með aðilum á fjármálamarkaði vegna ástands á markaði. Framkom í ræðu Geirs H. Haarde forsætisráðherra í gær á viðskiptaþingi að ríkisstjórnin telur eðlilegt að vera í viðbragðsstöðu og undirbúa ráðstafanir í því skyni að draga úr neikvæðum afleiðingum hugsanlegrar lánsfjárkreppu á alþjóðamörkuðum. Lítið var þó svör í dag. Þetta var ekki fundur sem var hugsað til þess að taka neinar sérstakar ákvarðanir. Við vorum að kynna okkur svona með bankana varðandi þau mál sem nú eru uppi og þeir voru jafnframt svona hlusta á okkur. Og ég hef stundum verið að líka þessu saman við bara sjávarútveginn. Ef það væri eitthvað gerast í hafinu í kringum Ísland þá myndum við að sjálfsögðu standa saman, sjávarútvegurinn og ríkisstjórnin, og það ætlum við líka að gera núna meðan að þetta gengur yfir á fjármálamörkuðum heimsins, þessi mikilvæga atvinnugrein sem er fjármálastarfsemi og ríkisstjórnin. En engin ákvörðun var tekin á fundinum. Nei, þetta stóð það ekki til. Við höfum nú kannski ekki haldið nákvæmlega alveg eins fundi og þennan, en aðstæðurnar eru náttúrulega aðrar. Það er ólga og lánsfjárskortur á alþjóða fjármálamörkuðum. Hans verður mjög vart hér á landi og við viljum ræða það í fullri alvöru við þá, hvernig eigi að bregðast við og hvað sé hægt að gera, sérstaklega í okkar aðstæðum til þess að mæta þessu. Geir segir bankana ekki hafa brugðist hlutverki sínu en segir þó: Það er alveg ljóst að þeir hafa náttúrulega stækkað mjög hratt, þeir hafa verið mjög, hvað ég var að segja, kaldir að sömu leyti til við að fjárfesta og þenja sig út, en ég tel ekki að það sé nein hætta sérstök á ferðum umfram það sem annars staðar er. Nú fámálur voru forsvarsmenn bankana fundin í dag, sögðu aðeins að hann hafi verið góður. Við bara rættum margar góðar hugmyndir, menn að samstarfið milli ríkisstjórnar og bankkerfisins er bara mjög gott og það er bara fróðlegur fundur og bara skipst á upplýsingum og margt gott sem er að koma til því. Svo mörg voru þau orð en bankastjórarnir lýstu þó vonbrigðum með ákvörðun Seðlabanka Íslands með að halda stýrivöxtum óbreyttum í 13,75%. Já, þetta er miklu vonbrigðum skildi ekki lækka. Hins vegar ég hef þá trú og þá von að þeir hafi verið að bíða eftir því að kjarasamningar geti kláruðust. Og þeir virðast nú vera að komast að lokastig með þær fréttir sem maður var að fá áðan, og ég svona vona það að í framhald af því þá setjast menn yfir þetta aftur. Og þetta hafði forsætisráðherra að segja ákvörðun Seðlabankans stýrivextina. Við erum ekki vön að tjá okkur einstakar ákvarðanir Seðlabankans í því efni. Nú, Þorsteinn M. Jónsson mun ekki sækjast eftir því að sitja áfram sem stjórnarformaður Glitnis. Nokkur breyting verður á stjórn bankans en af núverandi stjórnarmönnum mun aðeins þeir Björn Ingi Sveinsson og Jón Sigurðsson forstjóri FL Group sitja áfram. Nýir koma inn Hans Kristján Haustad, Kristinn Þór Geirsson, Kristín Edvald, Sigurður G. Guðjónsson og Þorsteinn Már Baldvinsson. Aðalfundur bankans fer fram í næstu viku.